Já, Emil, þeir eru komnir áfram, þín svona fyrstu viðbrögð, hverju viltu þakka þetta? Ég held að það er hægt að segja að fannst svona í byrjun af seríunni þá voru við svolítið línir og en við fannst þetta tap sem við tókum í leik 2 að svolítið hert okkur og við svona sáum svona nákvæmlega hvað við þurftum að gera ef við ætlum að komast langt í þessari keppni og mér fannst við hafa breytt í og farið svona aftur í grunnhlutina og einmitt bara bætt okkur rosalega mikið í þeim. Ykkar Sænsson Gjaldgeri, hann nú væntanlega ekkert rosalega sáttur, hefði hann ekki viljað fá heimaleikinn? Ég held ekki, ég held að hann vilji bara sjá okkur klára þetta hér en hann hlýtur að gráta í budduna í kvöld samt en hann jafnar sig. Og ef þú fengir að ráða, hvaða lið viltu fá í undanúrslitum? Ég held að það sé ljóst að við fáum Val. Ég held það, út að Njarðvík spilar á móti annarkvort Tindastóll eða Keflavík út af þeirri. Það er Þannig að við fáum Val og það verður hörku sería. Ég meina þeir eru sýndu að við erum með hörku varnarleik og erum mjög stórir og hreyfanlegir. Þannig að við þurfum að vinna leiðir til að brjóta og svolítið aftur í vörðinni. Það ekki bara mjög einfalt mál. Það er ekki bara að taka þetta slagorð fyrir aftur Grindvíkinga. Þið trúið væntanlega að þið vinnið þetta aftur. Já, við erum allan nógu ruglaðir til að halda að við getum unnið þetta þessari bara eins og Raggi Braga segir ofta en jú, klálega og við finnum alveg, mér finnst þetta að við erum með það gott lið að við ætlum að geta fara allan leið og unnið þetta þannig að við bara seljum okkur bara dýrt og ætlum að taka þetta. En bara núna ætla að éta páskaegg, núna yfir páskuna? Það verður ekki að minna því held ég. Bara allan að borða vel á milli leikja og reyna að endurheimta eins vel og við getum og svo bara komum við klárir hvernig þessi næsti leikur er. Frábært, takk, það er mikið.